að segja svona. Ég var í Eymundsson jólin að kaupa jólagjafir og ég sá hana í hillunni, gömlu hana Tröllistar á jólunum bókina sem þið kannist við hana rauða, þetta er stór, þið þekkið hana. Já. Lesið þið ekki. Ok, það er ekki fyndið bandari. Allavega, ég fór að lesa bókina af því Eymundsson og ég sagði, þetta er svona fullkomin gjöf fyrir litla bróður minn, þetta er klassísk bók, hann er alltaf lesið hann áður, þetta er gott ljóð. Ég er bara í Eymundsson og áður en ég veit að því er ég bara búinn að lesa alla bókina, hún er ekki það löng. En ég er komin hann alveg í endan á bókinni og ég bara, vantar ekki eitthvað í bókinni? Vantar ekki eitthvað henni alveg í lokin? Ég stend hann í Eymundsson og bara, er ég eitthvað orðinn ruglaður í haust? Þannig ég gera eina í stöðinni og ég hringi í útgáfufyrirtækið meðan ég stend hann í Eymundsson og það svarar mjög ung og mjög kurteis kona. Og hún bara, já, góðan daginn, útgáfa hér að fjölvita gert sér yfir. Heyrðu, ég er að lesa hérna Tröllistar á jólunum í Eymundsson. Og mér finnst svo að vanta eitthvað aftast í bókina. Og hún bara, ok, ég skal gá. Og hún skellir á og ég stend hann ennþá í Eymundsson, bíðandi bókina. Svo hringi hún tilbaka og bara, heyrðu, jú, það er rétt, sjá þig. Það vantar eitthvað í bókina. Maðurinn sem þýddi Tröllistar á jólunum í Íslandi fyrst, hann bætti bara við 4 prælínum í endan, sem voru ekki partur upprunalegu sögu. Við bara gaf, og af hverju er hún ekki nýútgáfa? Já. Þú veist, ég er ekki að lesa íslensku þýðinguna af því ég kann ekki ensku. Ég er ekki heimskur. Ég get alveg lesið ensku, ég er að lesa íslensku þýðinguna af því hún er betri. Af því að ég fór heim og ég las bókina aftur og endinn á íslensbókina er miklu betri heldur en enska þýðingin. Dr. Seuss er fucking aumingi og kann ekki að skrifa jólabækur til að berga lífið sínu. Annað gott dæmi þetta, Karbónibærinn, gamla íslenska, ekki íslenska, norska leikritið sem allir þekkja, þetta er Torbjörn Egner, Norðmaður. Hann samdi þetta leikrit í Noregi, við erum á Íslandi, við bara ok, við skulum taka þetta leikrit, þýða þetta, setja í Þjóðleikhúsinu sem við gerðum, bara heyrðu Torbjörn, viltu ekki koma til Íslands og sjá leikritið sem við þýddum, þitt leikrit? Hann bara, ok, Íslendingar. Og hann kom í Þjóðleikhúsið og honum fannst íslenska útgáfan betri. Maður sem samdi verkið og bara, shit, þetta er miklu betra á íslensku. Og þau trúið mér ekki, hann gaf Þjóðleikhúsinu sýningarréttinn í 100 ár og öll höfundalaun af Karbónibænum bara beint í vasan af Þjóðleikhúsinu. Af því við erum miklu betra að þýða þetta. Allar á þjóður. Íslenska var betra tungum. Íslendingar. Það er ekki miðflokksmenn. Þannig að talað um Karbónibæn, það var þetta bæjarstjórnarkosningar og ég vona að allir hafi kosið eftir sínu kjafta. Gott trikk, ef þið vitið ekki hvað þið kjósa, takið bara tening með ykkur, kastið bara eitthvað, þið er ekki neitt óheppinn í bæjarstjórn. En pabbi minn, hann var í framboði og hann var fyrir Framsóknarflokkinn og hann var með þessa frábæru hugmynd að setja sporvagn á Akureyri, eins og við Karbónibænum. Og ég sagði bara, vá, þetta er geggjuð hugmynd, þú veist, góðar almenningssamgöngur, býnur svona rómantísk, smábæjar, en ég er búinn að þekkja pabba minn svolítið lengi og síðan ég þekkt pabba hefur hann keypt gamlan Pajero og svo þegar sá gamli Pajero bilaði þá keypti hann bara annan gamlan Pajero og það er ekki maður sem ég vil hafa í bæjarstjórn. Þannig við erum aldrei að þarf að fá nýtt bíó og þú veist, ef glerárlaug grotna niður og þá bara aftur sömu glerárlaug. Þannig að, já. En pabbi minn, hann er orðinn gamall og ég er fann að taka eftir núna við báða foreldrana mína. Þegar maður er yngri, þá er maður svona, já, foreldrana mínum er lifað eilífu, þau eru bara heilsuhraust, en núna eru þau orðin eldri, þau eru búin að gleyma hlutunum, þau eru búin að kvarta undir bakinu. Maður hefur svo mikla ágjörð því að foreldrar sínir, þú veist, það sem er mestar ágjörð er að, þú veist, þetta fer að klikka. Þú
Þú veist, Alzheimer, minnisleysi, þetta er mjög sorglegir sjúkdómur, erfitt að horfa upp á þetta og fólk hugsa, hvað pabbi gleymir mér? Hvað mamma man ekki lengur eftir, þú veist, afmælum á árinu og svona. Og þetta allt ógeðslega sorglegt og leiðilegt að tala en þetta getur alveg verið verra. Af því að ímyndið ykkur Latta ef hann fengi allt í einu heilabilun og myndi festast í einhverjum karakter. Getið þið ímyndið ykkur að vera hjúkan á öldrunarheimilinu sem þarf að manna Grímberjan? Hvernig fór að segja? Kemur hann á mótna, blessaði Þórhallur minn, hvernig sástu? Það ekki gera röddin, Við slaufa sér að. Ég var bara að horfa á Múlan dag. Latti tala fyrir dregan og hugsaði, af hverju talar hann ekki fyrir alla í myndi? Það tegir bara Grímberjan. Miklu finnari við það. Nei, maður þarf að passa sig hvað maður segir. Það getur bara sagt hvaða bull sem er. Það eru afleiðingar fyrir orðunum hans. Maður tók eftir þessu í kosningabaráttunni og sérstaklega fyrir Miðflokksmennina, svo ég móðgar marga inni sem voru hérna á hann að fagna íslenskunni. En þeir voru svo mikið á þessum fánamál. Þetta fannst mér vera pínu bara svona skotgröfin sem þeir bara festust í. Þetta var bara að þeir komast ekki upp úr þessu. Og ég held að vandamáli var það að þeir þorðu bara ekki að segja það sem þeir langaði að segja. Og það er svo augljósa staðreynd að nýji hinsegin fáninn með hringnum og örvónum og það, hann er ógeðslega rasískur. Já, ég veit, þið er bara þetta er progressive fáni, þetta er mest progressive fáni, uber progressive, nei, þetta er ógeðslega rasískur fáni. Af því að ef þið horfum að litina, brúni liturinn í hinsegin fánar, veitu hvað hann táknar? Hann er fyrir svartfólk, já, akkurát, svartfólk. Veistu hvað eru mörg lönd í Afríku með brúnan lit í fánu sinni? Engin! Það eru 53 lönd í Afríku, engin fáni er ekki sem með brúna litin. Alltaf þegar afrískir fánar eru að tákna fólkið sitt, nota þeir svarta litin. En vitið þið hvað svarti liturinn í hinsegin fánunum er? Fólk með eyðni. Sama tíma. Eina ástæðan fyrir því að Miðflokksmenn koma bara ekki út og segja þetta bara er því ef þeir viðurkenna að hinsegin fólk getur líka verið fordómafullt og rasískt þá er þeir að segja að þeir eru í samleið með því. Blessaða skólakerfið, alltaf undir höggi. Ég sá hana kjaradeilurnar sem voru svo stórar hana árið. Þetta var þetta mikið hitamál og einstaklega mikið hitamál heima á mér þegar kærasta mín, hún er kennari. Þannig fólk hafði margar mismunandi skoðanir á sínu tíma en heima á mér var bara ein skoðun. Það var rétta skoðun. Og ef þú varst ekki með þá skoðun, þá var ekki líf. Það var ekki gögnur. Og ég er alveg sammála því að sjálfsögðu kennarar að fá sanngjörn laun fyrir sína vinnu. Þetta er þakkarlegt starf, þetta eru framtíð landsins sem þau eru að standa hérna og skjálpa á kuldanum og þau eru bara að fá sanngjörn laun fyrir sanngjarna vinnu. En á sama tíma þá er kærasta mín með 2 háskólagráður í kennslu. Og hún gæti ekki kennt mér á kaffivélina heim. Ekki það bara ég. Það eru fúskarar í mörgum stjórnum. Eins og við sáum dæminn á lækninn sem saumaði allt saman eitthvað leðgöngin og botnangan á konu. Hvernig rugglast maður á þessu? Það er alltaf þegar ég er eitthvað niðri á konunni og ég rugglast, nú lætum við vita bara.
Það er bara skemmtileg stað með pílu. Fyrst þegar þetta var stundað sem íþrótt í bara börum eða ekki börum, því að það var í London á sem tíma og var bannað að spila pílu á börum. Af því að píla var álitin vera heppnisleikur, eins og fjárhættuspil. Það var bara álitið og þú gast ekki við góðri pílu. Það var bara, við bara veðjum upp á þetta, því að jafn mikla líkur og þú vinnur og ég vinni þetta bara heppin. Og sem einhver sem hefur spilað 4 píluleiki á ævinni og unnið á alla, það skilja alveg hvaðan þessi hugsun hafa En svo var einhver snillingur sem var að reka bar og var bara búinn að fá sér fullsatan aftur. Þannig að hann tók bara besta píluleikann sinn, fór bara í dómssal fyrir fram dómara og lét hann kasta fyrir þess að 20, sem er satt 60 fyrir ykkur hana. Og dómarinn bara, ok, það er hægt að vera góður í pílu, þið megið spilað á börum, þetta er ekki fjárspil. Ég er samt ekki orðinn jafn sannfærður með keilu ennþá. Af því að ég fer alveg í keilu og þú veist, þetta er alveg heil serómonía. Þú veist, þú þarft að fara í sérstakar skó, þú þarft að velja þér rétta kúlu, svo þarft ekki að vera svona að passa löppina og snúninginn og þú veist, og samt bara kastaðu út í bara brennuna og bara svo ekki kærastæðin sem eru aldrei lyft meira en 15 kíló með hendi bara æfi sinni og bara og hún bara fella. Það var svo slæmt. Ég var að horfa á fréttina daginn og það var frétt keilu af því að það er sett verið að þróa svona stoðkerfisbúnað fyrir fólk með alvarlega líkamlega fötlun svo það getur stundað keilu. Og það eru ótrúlega svona hátæknilega keilukúlur með svona handföngum, eins og ketilbjálma sem þú veist, fólk sem er með bæklaða hendur eða bara skortir vöðvagetu eða eitthvað getur samt stundað keilu svo hinir. Og þú veist, það sýnir ykkur hvernig það leit út og ég er ekki hérna til að hæðast að neinum, ég er ekki að gera grín að neinum, þetta á ekki að vera fyndið, þið er ekki að hlæja. Ég er bara að sýna ykkur hvað ég sá í þessum fréttatíma. Fattaræstingur sem næ í keilukúlun sína. Ég ætla ekki að halda áfram með því að það gera þetta. Stillum okkur á. Þetta fólk á jafnvíðum rétt á og þið hinn hætti að hlæja og fyrst bara með. Og keilukúlan fer hana, leið og lendir, handtókið bara skýst inn, kúlan rúlar eftir brautinni og hann nær fucking fellu! Ég get ekki náð fellu! Það er ekkert að mér! Það er ekkert líkamleg. Ég ætla ekki að hafa lengri bili, en ég vil að þið klappið vel fyrir næsta manni og Þórhalli. Ég veit ekki mikið hann, en ég held að hann sé að berjast út þessari stereotypu með fordómafulla miðflokksmanni.